Hvernig segir nafnið þetta? Ég segi George eða Gio. George eða Gio. En mjög margir vinir minni kalla mig Georg. Mamma mín kalla mig Georg. En going forward Georg mættur hérna, Georg Björnsson. Going forward þá vil ég að fólk kalla mig George meira heldur en kalla mig Georg. Ég veit ekki að því það er náttúrulega nafnið mitt legally. George það að fara af mér. George Simón Stafs. Nafnið mitt, gauð, ég fokk alveg með þetta. Ekki með? Já. Ég var með three those motherfuckers then. Gauð, akkur þetta með recovery á sig. Hvað er ok, en þú ert Mr. MF Doom fan, hvað? Yeah, Mr. MF Doom. Sko, what the fuck is it about it, man? Dripping off the beat counter. Ég fucking elska, nei ég er með hann. Ég fucking elska MF Doom, hann my king, sko. Hann most listened artist 2020 hjá mér. Og þú veist, ég held að ég var í top 0,05 fans á Spotify hjá hann með eitthvað. Þú ert bara, þú veist, every night að fara svo MF, rock me to sleep, baby. En fara aðeins með ekki, hann var kannski svona undir eða eitthvað. Já. Ef hann svona, þá fucking tekur hann ekki upp neitt. Já, ég veit. En þú veit, ok, ef að gef mér hérna top 5. Mitt núna Nas Logic, þú veist, Jay-Z og svona. What's yours? MF Doom? Sko, ok, séu hjá mér. Ég elska, ég veit ekki hver betri fattur mig. Því að ég elska bæði, MF Doom og ég elska líka, Kendrick Lamar fattur mig. Af því að mér finnst, ég á To Pimp a Butterfly á vinyl. En ég á ekki vinyl en ég á samt á vinyl, skilduðu mig. Hann real, sko, hann ég elska hann, sko, hann legend. Og síðan þannig að það þetta no particular order, þannig að það MF Doom, Kendrick, Mos Def og svo myndi ég segja bara að ég veit það ekki, sko. Ertu ekki, þú veist, hvað ertu með? Maður verður að segja Tupac, sko, en ég þótt hlusta ekki á hann. Nei, that's the thing, man. En maður verður eiginlega að segja. Nei, do you though? You don't have to, man. Já. There are no rules. Já, nei, ok, ég elska þessa þrjá allavega. Þetta top 3 hjá mér og síðan náttúrulega bara Lil Peep og Lil Xan. Lil Peep og Lil Xan, ok. Ég er að fokka. To be honest, ég var big Lil Xan fan, sko. I'm not even tripping, sko. Ég keypti merch frá hann, sko. Nei, það til? Þegar ég var svona 17 í, þú veist, FS eða eitthvað. Oh my god. Hvað heitir besta lagi hans, eða frægasta? Frægasta lagi hans heitir Betrayed, Xan, sko. Þetta er líka svona, þú veist, ég var nýhættur kæristur. Maður var ekki nýhættur. Fuck. Nei, þú veist, maður var smjör nýhættur. Bara, the same real, maður. En hann cool núna, þú veist, ef þú hlustar á viðtala núna, þá hann bara svona gett mikið að gera grína sjálfum sig. Ég held að hann sé meira chill núna, sko. Hann er bara ass. Hann er ekki á Xanax, hann er bara Lil. Hann er Lil Rehabilitated. Rehabilitated, yeah. Hann er eitthvað bara deyja út af Xanax eða rehabilitation. Náttúrulega Xanax er eitthvað klikkað shit núna, fattu, af því það var svo mikið hyped up. En Mér þú veist, 2015 hafa fucking fyndið, sko, en ég meina. Já, fólk sem var alltaf að nota það. Já. Var bara síðan eitthvað, oh shit, þetta eigður ekki að fucking lífið mitt. Þú veist, og síðan kom þetta movementum bara, hætti á Xanax. Og það var svo fljótt eitthvað. Það var eitthvað 2-3 mánuði sem var bara eitthvað svona, já, ég er á Xanax og mér finnst það nice. Þú ættir að gera það líka, og svo bara, beila þetta. Voru fólki í skólanum þínum að gera það? Nei. Ok, fólki í skólanum mínum, það er alveg drug activity, fattur mig. En það er ekki, það er ekki eitthvað svona serious. Það er mikið í öllum öðrum skólum, fattur mig. Ertu ekki líka, þú veist, hvað er þetta 10. bekk, eða? Ég er að fara í 10. bekk núna. Shit, man. You kid, sko. Já, honest. En ég meina, ertu frá Íslandi, eða, þú veist? What's your story, man? Hvað heldur þú? Ég held, þú veist, já. Ég er alltaf frá Íslandi, fattur ég. Já. En mamma mín er íslensk. Já. En pappi minn er frá Uganda og hann fór til London og hitti mömmu mína þar og þau fluttu til Íslands. Nice. Og þau áttu að flytja til Afríku en þau gerðu það ekki og síðan hættu þau fucking saman. Hann er núna í fastíðuna og ég get ekki farið. Ertu á mömmunni þá? Já, nei, ég er bæði, sko. Pappi mín og við hefum sama hverfi
Og já, ég að fara til hans á eftir núna. Ég hef enga hvernig ég ætla að komast heim samt. Shit, ertu ekki með að fara neitt? Nei, mér var skuttlaði hérna, afi minn skuttlaði mér enga, en hann að fara í eitthvað matabúð eða eitthvað. Yeah, we'll figure it out. Ég feinandi út. Ég bara hafa gaman að mér þetta, Við sittum bara á TikTok eftir eitthvað, bara hvernig að segja. Já. Ég chilla bara, sko. En basically saga mín bara, ég fættist í London. Þau komu hittust hana. Já, þau hittust hana. Já, bang, ég fættist. Og síðan, og síðan fluttuði hingað þegar ég var svona 1 árs 2 ára. Í Hafnarfjörðin í svona 1 ár og síðan fluttum við í Hlíðarnar í Reykjavík. Hlíðarnar eru svona middle hverfi, middle class, middle everything. Það middle everything, sko. Við erum því að hjá okkur fílar ekki að búa hana? Hæ? Fílar ekki að búa hana? Ég þekki Reykjavík svo lítið þannig að Hlíðar Hvað í fokkarum ertu að gera hérna? Ég bý í Keflavík. Af hverju samt? Ég kom hérna, við vorum að keyra hérna. Ég var aldrei, ég verið aldrei hort á. Nú þetta komið til Keflavík, Ég hef komið hingað, sko. En það var mjög langt síðan og ég hef aldrei komið hérna þegar það er dagur. Út af því að náttúrulega maður fer bara skilur þegar maður er að fara á flugvöllinn miðjanótt. You rich privileged motherfucker. Veturinn. Þannig að því það er kalt og maður langar að fara til eitt landa, styrir mig. Þannig að ég sé aldrei Keflavík. Þannig að ég kom núna og ég horfði yfir, ég bara, damn, þetta lítur alveg út svo Reykjavík, sko. En það lítur eins og svona wannabe Reykjavík. Nei, þetta er alltaf bara, Ísland er alltaf fucking wannabe Reykjavík. Nei, ég var að koma á Akureyri í gær, sko. Ég var að koma á Akureyri í gær og það er ekki eins. Akureyri er sick, sko. En það finnir, Íslandingar, við erum mest svona, við hötum á alla bæna sem við búum frá for some fucking reason. Já. Ég fengi svo mikið af fólk henni, á podcastið svo er bara this fucking town, it's so grey, hvað gerir þið hérna? Svo er þetta bara like any other town. Nei, don't get me wrong, ég hata Reykjavík. Já. Nei, ég hata að vera á Íslandi, sko. Þú er bara real. Nei, ég hata að vera hérna. En náttúrulega ég elska landið mér, fattar ég mig. Ég bara, I hate this shit, but I love this. En þetta er gaman, það getur verið gaman hérna. Það er næst að hafa sitt eigin tungumál líka. Það er svona vestrið Ísland, Já, ég get tala shit við alla sem kunni ekki tungumáli. Já, en við kunnum öll ensku, skilur við. Já, nei, við kunnum öll ensku. Nei, málum, ég er heppinn að vera frá líka öðru landi svo ég geti actually bara léttilega farið, skilur við mig. Já. Og það er ekkert eitthvað out of the world, ég er ekkert eitthvað sveita drengur, sko. Ég er to the bone city boy, en ég er frá Reykjavík, þannig að það er smá svona Big city boy. Það er mjög conflicting. Kemur í Keflavík og það er ekki. Mér langaði að vera í borgin, en ég er valla í borg, fattur ég. Já. En ég myndir þá vilja flytja út í Uganda, bara vera það? Já, mér langar að fara til LA samtíð. Núna eftir COVID? Ég veit það ekki, Everybody's fucking leaving, man. Já, áneikur, allir að fara núna, en ég er að tala þegar ég er svona, þegar ég búið með framhaldsskólan, skiljum við, þá verður COVID náttúrulega ekki til lengur. Það er náttúrulega vaccines að roll out núna. Yeah, we hope, man, I fucking vaccine every month. Já, neikur, ég elskar hvernig allir hinir heimurinn er bara síst, já, við erum down, við ætlum bara að fá vaccine, get it over with, skiljum við. En Bandaríkjunum eru eitthvað klikka, sko. Já, sko, nuts, man. Alveg eins og með fucking grímunar. Allir í heiminum voru bara, já, ég er down, bara, já, ég get farið út og keypt mat. En Bandaríkjunum bara, óþægilegt að við langar ekki. My first amendment. Þegiðu maður, fuck. Settu bara á þig grímuna. Þú ert frá Ameríku eða eitthvað, sko. Hæ? Nei. Sko, amerískan heimurinn minn er ekki til. Hann er fake, fattur ég mig. Ég tala meira bara svona, mix á milli svona London accent og svona soft Ugandan accent, fattur ég mig. Þegar pabbi minn tala. Já, en ég gera það bara til að láta sjálfum mig líða sterkari heldur en ég er. Því að drill music er bara fyrir það. Þú hlustar enginn á drill music og hugsa, já, þetta er góð tónlist, fattur ég mig. Þetta er góð tónlist, fattur ég mig. En þetta er skemmtileg ræktinni. Þetta er samt, já, einmitt. Mjög peppandi og svona. Þú veist, ég með gauð sem í vinnum minni sem heitir Jói, hann er eitthvað, 16 eða eitthvað. Og hann er alltaf, já, kveit á hérna, fucking. Og kemur eitthvað lag sem enginn hefur heyrt af ever, skilur við. Og það er eitthvað, this is bara drill, skilur við, bara. En líka, hvað er með taktinn í drill? Þeir eru allir eins. Allir nákvæmlega eins, sama beatið, skilur við. Það er alltaf sama beatið og sama jump pattern og allt, en það er samt alltaf bara, oh shit.
Þetta minnir mig bara, þú veist, Lou Peep, Blues and allt það dót svipu tónlist Já, nei, ég tala en, ok það sem að Motherfucker, Amerískt rap að transitiona yfir frá svona það frá svona frá bara þessi gangster rap, svona original gangster rap og síðan fer það í það crunk era í það 2000s, fattur þú en svo núna, því þú veist, þegar ég búinn að vera að hlusta á hip-hop ég byrjaði að hlusta hip-hop í svona 2017 og ég ekkert voðalega proud til að segja það að ég var, þú veist, eiginlega bara að hlusta á Drake og það var bara svona rotationið mitt, þú veist, More Life, fucking Views og allt þetta shit One Dance Já, það var aldrei eitthvað voðalega gott lag, ég ætla bara að segja það en síðan var það meira broad og þegar ég var svo 12 ára og ég var með þessa klippingu, sko en hún var svona ljótasta klipping ég skal bara sýna þér þetta Hóla þetta Hvað meina, this is fine Er þetta ekki bara svona meira fucking raggedy eða eitthvað svona? What's wrong with that? Nei, þetta Wait, er þetta svo hérna Var þetta svona allt fast saman hérna? Aftan á? Ég held það Þetta er aðeins betri mynd Það lítur eins og við reynum að blanda dreddum og braids saman Þetta er miklu flottari því að ég var með afróðið mitt í mjög langan tíma eftir það og ég kunni ekki á það fyrir svona 3 mánuði eftir ég kom með það aftur Ég byrja aðeins Því að ég sheifaði svo hliðina mér og klippti af þetta þannig ég var með afróðið leitið til Super Saiyan Nice Það er svona mynd af því og síðan eitt sem ég hata við að vera með afró er að allir í kringum hann eru alltaf að segja manni hvað þau vilja að ég geri við hárið á mér Við viljum helst að þú gerir hérna Það bara Ok, hann að kífa, hvað er Pop Smoke braids? Það er að mest að starta mig á þetta ár Hvað er það Pop Smoke braids? Þetta ekki, þú veist, er þetta ekki svona líkt Travis Scott og svona? Jú, en ég hata þegar í hvert sé hárið mér Travis Scott, þú veist Fokkaður Þetta er bara mitt hár, maður Þetta er bara mitt hár og ég ætla að vera með það Hann á þessa klippingu ekki Ég er með hana Fuck that guy, maður What's he even done, maður? Like a couple songs and shit Fuck that guy with his hair Þetta veit, ég sendi á það skilabóð fyrir eitthvað like a week ago eða eitthvað Ég er bara að sjá þig á For You page all the time og svo, þú veist, ídra kommentin En líka, þú ert alltaf reacting to the comments Þannig mér finnst alltaf bara, þú veist, að fyndi skilja Þetta er loop, hattur þú Og ég er ofta alveg, veit hann þetta er loop It'll never stop Nei, ég veit að þetta er loop Ok, sure Basically, ég með nokkuð screenshot hérna Ok Af fyndnum kommentum / svona Holy shit Þetta er mest svona Þetta er frekar racist, actually Er þetta alltaf bara ekki krakkar, þú veist Þetta er bara mjög krakkar með svona 0 til 4 vídeo og ef þeir eru með vídeo þá er það svona, þú veist bara eitthvað gameplay og eitthvað shitposts Shitposts Já, þannig að ég er með ok, hann ég gerði vídeo það var ekki kona sem gerði vídeo hvernig hvítt fólk er að start raising hell út af því að það er verið attacked og ég respondaði vídeo og var eitthvað, that's a victim complex, bro. Ég var með mad victim complex. Ég held það, já. Og hann ég sagði, ég var bara að tala how can you be oppressed if the majority of people in power look just like you and have the same interests as you in mind. Og hann kommentaði, Gústi Þórs kommentaði, majority of people in power are white. Nope. It's the Jews. Ég bara yo! It's the Jews. Ég bara okay, damn, holy fuck. Og svo gerði ég líka vídeo hvernig, okkur vill fólk segja okkur vill fólk segja racial slurs svo mikið. Ég skil alveg að það má ég veitir, men ég veit ekki okkur fólk vill segja það svo mikið. Og hann komið það eitthvað, bruh, if you get offended by a word, that's your problem. Og your var skrifað you are, þannig að that's the you are problem eins og maður gerir, fattur mig og svo gerði ég annað vídeo hvernig það var eitthvað kona sem í Uganda sem gerði eitthvað sápu sem gerir mann mosquito repellent í svona 6 klukkutíma eða eitthvað og fyrst sem þessi gæði kommentaði var South Africa is an anarchy ég bara
The mosquitoes are ruling it. South Africa is an anarchy. Dude, let me spyrja þetta hérna. What the fucking með hann? Dude, sko, I don't know what to do with this thing, man. Hún bara make a noise and shit. Það ekki svo nice með kissu, skilu. You just fuck around. Þú veist, þegar krakkar að syngja Travis Scott eða eitthvað, og að segja annorðið. Já. Do you give a shit, skilur? Hvernig finnst þið það? Já og nei. Út af því að ég náttúrulega veit að þessi krakkar, ég veit ekki hvað það þýðir, fattur við. En eins og svo þegar, þú veist, maður er öskrandi, þú veist, einn inn í bílnum eða eitthvað, og maður er bara öskrandi lyrics eða eitthvað. Maður svona... Já, það er náttúrulega öðruvísi, fattur við. Út af því að maður þarf að vera á... Can't put it down, sko. Æ, fannst þið maður. Fuck, Hún mun fucking bite your ass, sko. Já, sorry maður, mér brá, ok, mér brá. En ef þessi gæi er einn inn í bílnum og hann er að segja, ég get ekki sagt hann ekki gera það, fattur mig. Út af því að þetta er complicated issue, fattur mig. Mér finnst bara pirrandi þegar fólk segir þetta kringum mig. Út af því að mér finnst það óþægilegt bara. Þetta var gaur. Þú veist, ég var með félag í grunnskóla. Ég tók eitthvað eftir þessu fyrir svona vorum eldri. Fólk var alltaf kringum hann að djóka það, skilur, bara all the time. Það hlýtur að vera að tauga hann, mann. Eru margir, kannski vinir þínir eða bara fólk í grunnskóla bara endalaust að segja þetta við, bara? Nei, af því að vinir mínir, þeir veit að ekki segja þetta, fattur ég. En annað fólk, fyrir utan það, þú veist, þetta er ekki eitthvað fólk sem ég er mikið í kringum. Þannig að, þú veist, ef ég segir þetta í kringum, þá er ég bara svona, já, sérlega. Yo, I'm gonna cut your ass, bro. I gotta go. I'm going to kill you. En já, mér er alveg saman með ykkur gæði bara einn og segir að bara fucking herbyggi á sig þegar hann bara að blæsa tónlist og runga sér eða eitthvað. Það er the only context sem þú mátt segja ennorðið núna. Það er eina skipti. Þú voru að hafa dick in your hand. Þú veist náttúrulega. JC in your ears. Kitty, I guess we're knowing what we're doing tonight. Já, ok, ey. Ég kosi mér alltaf með... Veistu hvað, nei, ég ætla ekki að segja það. Þú ert alltaf með dick in your hand. Lappað út í búð, skilur við. Þetta er fucking finnandi. Með JC í eyrunum. Bara að segja ennorðið í ræðinu. Nei, Já, en þú veist það... Ég náttúrulega myndi prefer að myndi ekki gera það. En hér er málið, ég get ekki sagt þeim ekki gera það. Þeir eru ein og hvernig fokkanum ætla ég að regulata það. Þú veist, ég get ekki sagt þeim ekki gera það. Það er ekki hurting anyone, skilur. Alveg eins og þú veist. Þú getur verið einn heima og öskra, þú veist. Ég vil dreipa mömmu mína og allt það, skilur. Einmitt, og þú veist ekki að fara að gera það, held ég. Þú gera það, skilur, senna, þú veist. Þú býð með það. En þú veit, þannig hvað heldur að þú ert að gera næsta árum, skilur? Sko ég býð til tónlist svega mikið, ég held ég verð ekki, TikTok er bara eitthvað sem ég geri til mig leiðist og just so happens to be að það kemst stundum á For You page, fattur þú? Ég geri bara TikTok ef ég er að hugsa eitthvað eða bara ef ég er að responda við eitthvað stupid shit sem ég sé á For You page-inu mínu eða following page-inu mínu eða eitthvað hannig. Þannig að ég býð til tónlist og ég er búinn að vera að því í smá langa tíma frá því að ég var það 12 ára með þessa klippingu þarna. That fucking haircut, man. Og fyrst náttúrulega var það svo ass að þú veist, núna þegar ég skóla hérna notesum minn frá svona 2 árum hann kom bara actually svona hoppa fletti. Þú ert alltaf ennþá bara 15, skilur, right? Já, einmitt, þannig að ég hef alveg pletti af tíma, sko. Mér finnst mjög næs, ég byrjaði þetta podcast fyrir árið síðan. Mér finnst alltaf gaman að eiga fyrstu klippunar. Það var ekkert af veggjunum, ég var bara eitthvað 1 stóll og ég með 1 mic og ég var bara eitthvað segja eitthvað sögu þegar ég kúka á mig og eitthvað. That's good, þú veist, og það er líka makes you humble, skilur, þannig að 4 years later þegar þú ert að segja eitthvað cool ass bars, þú mannst eftir þú varst bara eitthvað peanut butter, jelly time, that's about it. Einmitt. En þú ættir að þú veist, hvað ertu að koma marga fylgjendur núna á TikTok? Ég held ég sem er 1700 og eitthvað. Ferðu ofta live eða? Nei. Ég er aldrei live, ok. Nei, það var ekki eins á TikTok. Ég tók upp TikTok-vídeó þar sem ég var bara að borða hamborgara. Ég er ekki svona mukbang, maður. Nei, það var á árshátíð, sko. Og við vorum bara að éta borgara áður en að ballið actually byrjaði. Mér finnst ég svona apa. Íslenski kettir, maður. Ég got all the freedom. Það var fucking ambusha mig. Nei, Það er að hoppa á hausinn. Ey. Þú getur just take her, bara fucking do whatever. Já. Move around. En já, maður, þú ert að geta hamburgara, fucking. Já, ég var bara hamburgara á árshátíð. Já.
já, og síðan og ég byrjaði að taka vídeóið og síðan fór ég live á Instagram en það ekkert eitthvað ég fyrst sem ég fór live á Instagram í svona 2-3 ár þegar ég fór live á TikTok eða Instagram eða fucking Notes app það leiðilegt, það ekki gaman maður bara að setja hana, hvað maður að tala fólk kemur inn á og maður alltaf að reyna að halda því inn á And there's a trick to it, þetta bara svo þetta skilur, þú verður bara já, einmitt ég að byggja mig upp svo ég get fengið 1000 followers svo ég get verið live en þá ætlum ég bara að gera, þú veist, hafa auka mynda að lesa skilur every once in a while já fólk sé bara þáttur kemur út eða eitthvað já en þú veist, eins og með TikTok, þú getur það svo létt eitthvað að koma for your page já, keep it short, couple hashtags kannski eða eitthvað já, en ég nota engin hashtags Mér finnst bara pure gold fucking leiðilegt það er að tæpa eitthvað for you page for you This guy making fun of me já, nei, já, ég byrja bara að taka upp og svo segi ég bara dumb shit sem að kemur í heila minn og síðan tekur TikTok 3 sekundur að búa til getur það 10 sekundar vídeo en það tekur 3 sekundur að búa til og síðan þú veist og síðan tekur það klukkutíma að búa til og ég vil lent í því að það tekur svo langan fucking tíma að búa til TikTok ég held að mest TikToki sem tók mig lengstan tíma ég ætla að skróla í gegnum minna að finna hvað tók mig lengsta tíma Take a small pause I gotta shit so bad Vídeói sem tók mig lengsta tíman já að búa til það mjög mörg vídeó sem að þú veist, tekur mig svona Varst þú einhvern veginn, þú veist, fyrir TikTok varst eitthvað meira svona social media, þú veist, eitthvað shit ég var á Musical.ly á hana TikTok var til Good shit, ok ef ég finn eitthvað Musical.ly, ég skal sína það á eftir ef ég finn það mér ekki að sjá myndband það ástæða til að halda sem að horfa á þetta og þið gerir I got bitches off the sand Bitch, I got bitches Bitch, I got mjög langa tíma að gera Bitch, I got bitches Bitch, I got bitches Bitch, I got bitches Bitch, I got bitches Lágar að gera, þú veist, eitthvað YouTube-videos and shit það er svo next ég hef gert það áður þegar ég var svona kannski 9 ára til svona 11 ára nei, svona 8 ára til 10 ára eða eitthvað ég var líka að gera sketches því á 12 ára eitthvað svona the whole thing, sko fucking, það ekki, ég var alltaf að hafa gaman að vera, þú veist gera content, skilja, what the fuck you gotta call núna, skilju já það er alltaf gaman, sko það er bara svo skrítið, ég var að gera myndbönd, þú veist, ég var 12-13 ára sem var kannski svona 10 mínútur sketcha og kannski 2 daga pæli í þeim og fucking diggur svona tjók og núna þetta bara eitthvað, tekur upp símaðinn make it fast já, ég veit skýtur bara í myndavélina og þetta komið þú veist, ég var ég að taka upp svona masterclass fyrir box í Keflavík og ó já, þú boxar ég tók TikTok með þjálfarnum í gerð bara eitthvað svona basic joke, hann að lemma í púðan þetta er svo simple hugmynd en það verður 20-30,000 views, skilur já, einmitt it's kind of ridiculous, sko já, því að sko TikTok er svo mindless, fattur maður á ekki eins og að pæla það mikið út í TikToki sem maður býr til og ef maður að gera þú veist, fólk sem að gera það notar ekki TikTok til að búa til þessi vídeo þau taka upp vídeoið, edita og það posta þið á TikTok I do that já, einmitt ég er bara með svona series af svona funny podcast clips og eitthvað það er allt bara í tölunni, sko já, einmitt og já, einmitt þannig að ég teg bara upp TikToki mín ég nenni ekki að fucking gera neitt annað, sko mér finnst það bara leiðilegt svo er það líka, ég er alveg 15 maður svo kannski bara, þú veist að það er mikið allan sem þú getur gert with the following there's a lot of shit you can do, skilur já, ég er með alveg ágætt following ertu með svona fólk sem share sem kemur alltaf aftur og eitthvað það er bara vinnir mínu, skilur já það er alltaf eitthvað random ass fólk sem að sem bara like að vídeo mínu það er svona held ég, sko, þau myndir byrja að posta clips að þeirra rappa og eitthvað já, nei, fuck baby áttu ekki kött, eða? nei, hann dó yeah, you wanna cut person, man já, nei svo chill hann bara þetta var ekki sem það vont hann bara beiti í verð brá hann býtið og gleymir í hann var ekki sem það vont he's fine 4 tári eitthvað taldu boxið á hann, maður þannig að þú hýndir í mig ekki að gæra og varst eitthvað chat shit og getið fuck me up ertu ekki af með Mjölnir? ég er Mjölnir fucking nýjasta boxlið á Íslandi húra fuck do you think you are ég er ekki búin að fara á æfingar recently út af því að ég er búin að vera að vinna náttúrulega já, ok hvað er jólingavinn eða? nei, ég vinn í Krónunni oh shit, nice já, Krónunni Hammarborg check me out
Þú, það eitthvað krakki sem að fara að taka viðtal við sem að vera ráðist á hann inn í Krónu í Keflavík. Það kom bara eitthvað huge pólveri inn í búin hann 16 ára sig og bara fucking landan, kasta hann í jörðina og eitthvað. Þannig að watch out. Já. Krónan, scary place, man. Já, Krónan í Keflavík. Já, ég bara, Njarðvík. Ég í Krónan í Hamraborg, það það 10 sinum fucking, nei, ok. Scary place. Það bara gamalt fólk hana, af því að þú veist, á Hamraborginni, það blokkina hana, bara gamalt fólk. Já, ég bara, þú veist, þannig að fucking amma mín og afi áttu heima hana, á tímabili. En ég bara hjálpa gömlu fólki í sjálfsafgreiðslunni og það er svo fucking pirrandi stundum. Hvernig ertu, þannig að þú situr hana skilur og þarft að fucking Nei, ég sit ekki. Nei, gott maður. Got that work ethic maður. Ég þól ekki, þú kemur hana, það er ekki gaur bara eitthvað sopnaðir hana Já. Já, nei, ég stend oftast, en ég sest niður ef það er eitt stóllana. Þess bara bíða, sko. Er þetta ekki bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað tekur kortið, bíp, það kemur bara hana starfsmanns aðstóð eða eitthvað, maður ít að taka hann og skanna og það er allt fæn. Það er svo stupid. Maður bara skanna, done. Þú veist. En þetta er næst, sko. Þetta gefur mér vinnuna mína. Þú veist hvað ég ætla ekki að væla það, fattur. Fyrsta vinnan þín? Hæ? Fyrsta vinnan? Já, þetta er actually fyrsta vinnan mín fyrir utan úlingavinnuna. Úlingavinnan var svo fucking trash. Úlingavinnan fucking ass. Ef úlingavinnan súar mig, það sendir mér eitthvað fucking skilabóð þetta. Úlingavinnan mesta trashed svona workplace á Íslandi. Já, oh god. Allir collectively hata hana. Já, út af því að hún fucking scamaði mig. Hvað veistu mikið? Nei, ég skal segja þér. Ég vann alla dagana. Ok, alla dagana. Ok, en síðan þurfti ég að fara að norðan. Og það 2 dagar sem ég tók ekki, 2. Mætti alla dagana, vann alla klukkutímana, vaknaði alltaf á réttum tíma, kom. Þetta var bara eins og maður var að vinna, hættir mig. Og það var sagt við okkur, þið munum fá 32k. Og þannig að ég kláraði þetta. Ég fæ peningi minn. 17.000 fucking krónur. 17.000 fucking krónur. Við hvað ég gera við þessar 17.000 krónur? Nú það komið fucking USB mic sem ég nóði til að taka upp. Og hann er fín, en hann er USB mic. Þú veit ég á auka hljóðkort. If you got an XLR mic. Áttu auka hvað? Hljóðkort, þú veist, það er svona sem þú þarft til að tengja það í töluna og tengja XLR mic í það. Já. Þú veist, þú getur fengið að fucking chip if you want. Look up this shit. En að því, þú veist, XLR mics það hljóma way fucking better. Já, einmitt. Bara svona skilur ég. Einmitt. I don't know, think about it. En þú veist, hvernig mic getur þið? Blue Yeti, eða? Nei. Þessi skilur, þetta var eitthvað 15k. Þetta er piece of shit, sko. Já, nei, hann var fucking... Þetta er eitthvað streamer mic, sko. Já, er þetta svona full package. You get the fucking arm. Já, einmitt. Já. Þetta er eitthvað svona similar við þetta, nema bara það svona... Já. Ég veit hvort ég á mynda þessu, en þannig að... Ég var að fænda mér í kitt ákveð svona eitthvað, þetta er 30k sko, þetta er the full thing sko, þetta er með eitthvað ljósum og eitthvað, og svo ringi ég hann á disk og það er bara eitthvað, bara eitthvað trash fucking mic. Hann er góður ef ég er að tala bara eitthvað í hann, stundum nota ég hann bara, þú veist, en stundum setta ég upp hann að Ableton og kveiki bara á að hann geti heyrt í sjálfum mér, þetta, og svo fer bara á Omegle og tala við fólk, því það er fucking nice. Geir, Omegle, ok. Ef þú ætla ekki að finna mig á Omegle, þá getur þú searchað BLM og Trump, af því það er svo fucking gaman. Þú er örugglega ekki finna mig, það eru mjög margir hérna, en það er svo... Finnur aldrei, þú veist, gaurar runga sem er, þú veist, þannig að... Nei, ok, þú veist, stundi, það er 2 gæðir sem ég hef séð á því. En þú veist, ef maður náttúrulega bara á Rare Omegle, þá kemur það alltaf. These fucking kids are still on fucking Omegle, dude. Já, gaur. Ég var í þessu 7. bekk, sko, fucking... Já, Omegle er fucking, það er svo gott, sko, til að tala við nasista. Til að tala við nasista, let's go, man. Yep. En þú boxing, maður, við tölum ekki það. Hvað er það? Já. Hvernig byrjar að æfa, maður? Ég byrjaði að æfa fyrir svona ári. Ok, þannig að þú er bara little newbie boy. Nei, ég er pro boxer. Pro? Er you pro? Pro boxer. Ég er pro boxer? Ég er að keppa það. Já, ég... I'm a pro boxer, I'm a real... Já, ég keppti við
Getur við What do you mean pro boxer? Ég kefti við fucking Ronaldo fyrir daginn Random gauður? Eða varst í svona Nei, ég sagði Ronaldo Right, alright Yeah. And I don't know, this podcast is going to nothing sko Já, ég er með scheduled UFOs. match með Serena Williams eftir það Eftir það viku Já, ég fór á Oprah show daginn, skilur It was great sko Já, I'm just pro boxer Nei, hvernig finnst þið samt að boxa, þú veist? Er þetta svona, varst alltaf í eða er þetta Boxing svona þetta er fucking nice Ég elski það Já. Þetta er Sko, hér er málið samt Ég þoli ekki að æfa svona hópíþróttir Ég hataði að fucking æfa annað fótbolta Ég byrjaði að fótbolta og ég held mér fannst það aldrei gaman Ég held ég var bara að ljúga sjálfur mér Ég hætti þegar ég var svona 10 ára og það tók ekki 1 ár þar sem ég bara æði ekki neitt Svo var ég að æfa píanó í fyrir langan tíma og það var mjög næs en ég hætti núna fyrir svona 2 mánuðum út af því að bara já, mér fannst það bara eins og að eyða tímanum mínum Ég var ekki að læra neitt nýtt mér fannst það ekki eins gaman en ég var búinn að vera að æfa box síðan síðan sumar og ég var búinn að vera að æfa mjölni fyrir langan tíma ég var að æfa glímu sem mér fannst ekki það gaman og því að það er call me crazy fattur þú en mér finnst ekki það næs að vera með tærnar á gæja og vondu andfylgna hans og Viltu ekki raskin right here? Svítigu hendunum hennar Svítigu hendunum hans Yeah í andlutinu You don't like fucking big men on you, you know? No, believe it or not, sko Ég býð til TikTok og mér finnst það ekki næs And I hate this, but ég er alveg saman á því maður, þú veist eins og glíma og jiu-jitsu og svona það er, eins og það kunna jiu-jitsu, þú veist, það er sterkasta shit, skilur þó getur bóksa og sparka eitthvað Já Þú kannt að choke eitthvað út, sko, that's the king shit Já, einmitt Já, nei, BJJ er alveg mjög mér finnst það óþægileg íþrótt Já Hún er það er eitthvað svona weird Þú verður að vera svona 10% more gay Já En Ég skilði svo vel með akkur með þetta, þú veist, ég var líka í fótbolta og allt þetta shit og ég hataði umhverfi, sérstaklega í Íslandi í fótbolta Já. bara, þú veist, ef þú fuckar ekki smóðir þá bara koma allir og bara allir á trash taka allar reiðinu út af þig, skilur og þetta er allt svona pappastráka, skilur Já, einmitt. allir 42 pounds Já. og en svo byrjaði ég boxi, ég byrjaði 2013, þú veist, ég var í 4 ár og þá er þetta bara svona, þú veist, þetta er lið við erum allir svona supporting, svo Já. ertu komin í hringin og þá ertu eiginlega bara hversu sterkur heil er ég með, skilur, nú ertu going crazy og Já, einmitt mér staði shit, sko Já, nei, þú veist, collective spiritið í boxsalnum mér finnst það sé miklu meira svona ég veit ekki Supportive supportive Já. heldur en fótboltinn af því að í fótboltanum þá er allir að reyna constantly besta konannan í hópíþrótt þannig að það er eitthvað stupid að vera betri já, náttúrulega maður reyna að vera betri skilju, en maður er alltaf að reyna að toppa vinnimanns í hópíþrótt sem er, þú veist, fyrir eitthvað svona ironic Það er svona eitthvað gott við það því sérstaklega fyrir kallmenn það er gott að vera competitive as fuck og Já en þetta verður mjög tiring það eftir verður smá toxic as fuck, sko Já, þetta er mjög toxic, fattur þú Það er svo líka sem ég geti væt að milli að því að ég var náttúrulega COD-liði, fattur þú mig Alltaf í fucking COD-liði Same man Og að því að ég var ekki góður í fótbolta Og það var sem ég geti væt að milli A, B, C og D er bara sami hlutur Það sem ég geti væt, alltaf Og þannig að þetta verður bara meira toxic En síðan hætti ég því Og ég fyrir fucking piano, það er svona minnst collective spiritið Það er svona, ég sest niður þetta piano í klukkutíma Og ég bara spila lag á nótunum Og þetta er alveg cozy, þetta er bara eitthvað Þetta er ekkert hópíþrótt eða neitt, þetta er ekki íþrótt What the fuck, piano er ekki íþrótt, get out of here Get out of town Fuck guy, út Á meðan við erum að tala þetta Já Ævadans er ekki íþrótt Fyrir sterkur Og ég get sagt að ég hef æft breakdance Of course you have Holy shit Já. Ég hefði aldrei átt að hætta í breakdance Það er gaman, eða? Það var gaman Og svo beinaði ég á það fyrir fucking fótbolta Hversu sick væri það Ef að ég væri ennþá að æfa Hversu fucking góður væri ég í því Núna Þú getur bustað fucking vera á hausinum Já. Circlesina Ég kann Oh yeah, shit Got one of these moves, man Damn Stelpur sem að æfa
svona fótbolta og handbolta og það. Nei, ég vil ekki segja stelpur. Það er bara fólk sem æfir fótbolta og handbolta. Og því á vini sem æfir fótbolta. I'm not racist, I have black friends. Dude, I know black people, man. I know a bunch of them. Nei, ég á vini sem æfir fótbolta. Ég á einn vin sem æfir handbolta. Dotti má fokka sér. Og Who's fucking Dottie, man? yeah, Andrews. We gotta call this guy. Dotti fucking sucker. Fuck this guy, man. Fuck Dotti. Ég er að jóka maður. Nice. Simultaneous Bara little kissy kiss. Little ASMR kissy kiss. Þetta var að pour one out fyrir hvað ég er búin að glemma nafnið hans, maður. Dotti, yeah. Dotti, fuck this guy. Hate this guy. Í endanum ætla ég að shouta á alla vinna mína, sko. Já, maður. Í endanum. Tillega, sko. Shout out my homie Ingifer. Ingifer er kötturinn minn sem dó. Oh, damn. Hann dó á 1. apríl. Á, þú áttur kött? What the fuck? Já, nei, ég átti kött. Ég sagði það. Ég sagði, þú sagði, hann átti kött. Ég sagði, hann dó. Oh shit, ég held þú bara áttur aldrei kísum. Þú sagði, fucking look. Fuck your cat, dude. Bro, hafa keyrt yfir hann. Og þú veist, hvernig á maður bara að lifa ef að hafa keyrt yfir köttum hans, fattur ég mig? Hvernig á maður, ef maður keyrir yfir kött, hann bara... Það var ekki pussy bitch, það hann lifa, sko. Fuck your dead cat. Þetta er the good thing about a podcast. Við getum bara skitið yfir your dead cat. Yeah. I know a bunch of people. Okay. En ég maður, hvað er svona, what else is going on, maður? Þú sagðir þú ætlar að gera tónlist. Ætlar að klára það og bara... Já, nei, mér langar að búa til svona mixtape eða album eða eitthvað. En þannig að ég heldur að tala það allir fara úr þessari peysu. Yes. Já, ok, basically, ástæðan þegar peysa mín var svona rauð var það því að ég var að borða svona candies-epli í jólahúsinu í gær. Oh shit. Dude, Nei, í jólahúsinu í fyrradag. Og damn, þú varst þannig with your little candy apple. Já, nei, ég var í bílnum, ég var að borða og datta af fucking prikinu. Og það var svona... Þetta er svona lítil stelpa hérna missi nafnið. Það datta af prikinu og það fór svona á fucking peysinu mína. En það er off topic. Með tónlistarinn mína, við erum bara frá off topic svona þúsundum, ég var ekki að segja hvað við byrjum að tala. ADHD through the roof, sko. Já, ég er ekki eins og með ADHD. It's fine, Held ég. Maður veit það ekki, sko. Shout out my man Gabbi sem er með ADHD. Og shout out my man Sammy sem er bróður minn. Og shout out my man Balli sem er líka með ADHD. Dude, ég veit ekki hversu mikið fólk sem eru komið á podcast og they all got friends sem heitir Gabbi. Það er svo margir Gabbi á Íslandi. The fuck's with it? Ég er að tala Gabbi Warren. Gabbi, I don't like you. I don't like you people. Okay. Hate all your friends. Já, ég er bíltónlist og ég plana á því að halda áfram að gera það. Og því maður langar að gera það í lífinu, það er fucking gaman. Já. Þetta er bara shit sem ég geri. Ertu með einhverja félagi eitthvað sem er að geta líka? Já, einn. En hann rappar ekki eins og hann býr bara til, hann bara producer, já. Það er alltaf svona, ef þú varst nerd í grunnskóla, varst með gleri, now you make beats. Já. True, that's fucking true. That is the trajectory. Það er fucking true. Og ef þú þurfti mikið athygli, then you have a podcast. Það er svona... Já. Ef maður býr tónlist, ég var mest að athyglis, bro. Ég var mest að athyglisóla í heiminum og ég skal segja af hverju. Man. My parents are separated for real. Of course, man. Yeah, man. Ég líka, sko, fucking hætti saman 12 ára. Við byggum þarna, sko. 12 ára? In that house, sko. Við fengið hana tvisvar. Við fucking hættu því að ég var eitthvað 3, byrjuð aftur saman. Og svo því ég var að 12 bara eitthvað, BABÁ, again! Heldur þú að ég gerði það bara til að gera það? Alveg, þið gerði það allt út af mér. Það var personal. You horrible. Það var fucking personal. Nei, gauð. Mér gerðast það bara einu sinni. Aha, bitch! Þegar ég var 5 ára og það var alveg long and painful, sko. Varstu alveg vel eftir því, eða varstu svona... Það er málið með svona dæmi. Maður gleymir svo miklu á þessu tímabili. Það er svo heavy trauma. Ég er ekki að laga, sko. Þannig að, náttúrulega frá svona 1 árs til 6 ára,
þannig að það bara infant, fattur mig man ekki eftir neinu á þín tímabili eins og engin man eftir þessu tímabili og síðan frá 6 ára til svona 11 ára það man ekki eftir neinu heldur því að það var bara svona trauma period, fattur mig ég man frá nokkrum einstökum just memories eftir fattur útlanda og svona en ekkert eitthvað svona heavy shit, fattur mig þannig að núna ég búinn að vera til í það 5 ár Dude, ég skilir svo vel með þetta Mér veist, þú veist, þegar fólk hættir saman það gera margir, skilur þannig að most people don't give you any credit, skilur það er illa út af því Einmitt, það er mjög invalidated trauma ég fór til therapist í eitthvað couple months í fyrra, það hjálpaði mjög mikið, skilur að fatta svona ég er alveg saman á þessu, þegar þið hættu saman 12-11 ára eða eitthvað og það er eitthvað ár sem, þú veist, mamma var úti ég var bara með pappa og eitthvað man ekkert, skilur, ég fucking svona einstök memory sem poppa upp, skilur einmitt já, sko, ég hef aldrei farið til therapist og mér leiði eins og ég hefði átt að gera en, þú veist ég get alveg gert það, sko mér leiði eins og það væri mjög gott fyrir gerðu það þegar þú ferð í fjölbrautaskóla because it's free ég hefði átt að nota it's fucking expensive, sko 15 tíman, sko, þegar ég fór en gerðu það þegar þú ferð í fjölbrauta því það á að vera frítt, sko já, nei, mér langar að gera það, sko út af því að mér leiði eins og, já, ég myndi skilja miklu meira í kringum mig ef ég myndi gera bara sjálfa mig yfir höfuð út af því að mér leiði eins og ég suppressa svo mikið og það virkar náttúrulega aldrei og það er svo margir sem gera það er svo margir sem bara suppressa allt þannig að þetta var mantra hjá mér þegar ég var 12 til svona 17 eða eitthvað alltaf í bóksinu það var bara ég skil ekki mála, I'll be fine já, einmitt ég held að líka ástæðan því ég var svo lengi í fótboltanum bara út af því að bara collective spirit bara langaði bara að vera partur af eitthvað og þegar náttúrulega það var alveg tímabil það sem að 1 árið eða eitthvað það sem ég bara sá ekki í pabba minn en náttúrulega núna er hluti miklu betri shout out to my dad most hard worker on this planet og hann komst náttúrulega og hann er náttúrulega með núna hús í lífanum við erum með þetta er good shit en þetta er alveg tímabil það sem að ég bara sá hann ekki og hann náttúrulega fokkaði með mig af því að náttúrulega ég fekk ekki að sjá svona different perspectives, fattur ég, á þessu af því að náttúrulega ég var bara take a shot every time I say náttúrulega eða náttúrulega já, þetta fokkaði mér upp heavy, sko en núna skilja aðeins meira því ég náttúrulega mature og já, en það hefur mjög mikið impact á lífum hans og í different sections sem maður bara fattaði ekki eins og þetta væri komið út í eins og svona relationship sections varst þú með insecurities stepdad eða stepmom sko, það var málið mitt, sko hjá pappa mínum ef pappa minn átti kærustu eða eitthvað hannig þá var ég aldrei með neitt vandamál með það en það var alltaf hjá mömmu minni sem ég fucking hataði það maður er hugla með svona spot fyrir mömmu, skil já, einmitt who the fuck's fucking my mom now já, einmitt, þú veist hvað í fokk er það að gera drullaði þér út og nei, mamma mín og pabbi giftust aldrei og þau hafa aldrei giftst í öðrum en sko alltaf þegar mamma mín myndi kannski fá kærasta þá myndi mér bara ég myndi vera eitthvað svo ég veit ekki, mér myndi bara líða illa yfir því bara svona deeply disturbed út af því bara, þú veist, af hverju er hann eina, skilur já, af hverju er hann eina, ég skil þetta ekki ég hef enga ástæðu til að hata hann gæja en ég hata hann og það ég veit ennþá ekki af hverju það var svo mikið vandamál fyrir mig ég held það samt að voru út af því að þú veist, náttúrulega þegar ég var svona 5 ára, 6 ára þegar þetta var í gangi þá var pabbi minn hann átti ekki heima með okkur skilur ég var ennþá heima í sama húsi og ég átti heima í þegar allt var að gera fattur mig bara pabbi minn flutti bara pabbi minn flutti út þannig að mér er bara leið eins og að reyna að replace hann fattur mig og það ungur skilur já einmitt og náttúrulega ég skil ekki neitt ég er svona 8-9 ára og ég veit ekkert neitt þannig ég er bara hana og mér líður bara eins og það sé verið að replace pabbi minn fattur og mér leiði bara mjög illa yfir því og því að náttúrulega já, einmitt af því að pabbi minn er náttúrulega mest influential person í lífinu mínu, skilju
Þannig að þegar einhver reyndi að replace hann eða, hún var ekki fucking reyndi að replace hann, þetta var bara svona, já She's probably just trying to fuck Já, einmitt, on jokes Ég ekki fucking, hún að fara að horfa á þetta Ég veit hvað það er að gera hérna Eitt af hérna, fucking, þú veist, ég vinn að byggjum hérna afi minn á þessa bygging hérna, sko Já og hérna, þú veist, eitt af svona fyrsta svona bara ekki, oh fuck, þú veist, mamma kom inn í að kærasta hann kemur yfir og þau voru gista, skilur og ég átti að vakna kl. 9 í skólan, ekki 8, right? Þú veist, þannig ég vakna, byrja tennur og svo er bara chill í tölunni og svo bara heyri ekki að hljóða og ég er að stikka tek töskuna, skilur og er alltaf ready, opna hurðina þá eru þeir bara fucking og ég heyri bara mömmu, þú veist, mónin og ég bara eitthvað fer út, slemma hurðina eitthvað, sparka brítina, glerur eitthvað og þú veist, fyndi ég man svo lítið fyrir þetta, alltaf svona eitthvað fucking grey Bro en núna, þú veist, þessi gaur, hann heitir Maggi, grey guy, sko þau erum bara cool núna, sko en þú veist, þetta ekki með eitthvað svona margt Ég vil sjá bara eftir að heyra þetta, what the fuck en svo líka, eins og þú veist að segja, veist, 6 ára með hérna og streist þessi gaurum þegar þau hættu fyrst saman, ég held að ég var 5 ára eða eitthvað þá byrjaði mamma með eitthvað gaur sem ég man ekki hvað heitir og hann fucking fucked up my shoulder hann var ekki að tók mig úr baðinu og svona fucking tók mig næstu liðið eða eitthvað shit What the fuck og það er, þú veist, it's only 2 memories og svo er það bara svona fucking grey Já, einmitt Það er svo stort grey area Já, því að, þú veist You're little fucking broken, bruh Bro, I'm fucking broken, man Kom með fucking smjörni Við þurfum að setja okkur sólklögu og gera eitthvað svona sad, svona e-boy music Let's go take it Let's go make it En þú veist, hlustar þú ekki að segja hann þegar hann er XX Þú big fan, eða? XXX Tentacioni XXX Tentacion fan Yeah á tímabilinu 2018 bara 2018, ég veit ekki akkur ég var bara svist 2018 er fucking trash ár þetta ár sem var bara Droppa ekki, þú veist, question mark þá, eða? Jú, nei 2018 var árið sem ég fór fyrst til Uganda og Kenya og ég fór til Danmörkur og ég eitti þessum experience að ég að vera bara dipshit manni, sko Nei, bara svona hvernig ég var ég var bara ekki að reyna að vera ég var bara að reyna að vera allt annað gæi og já, bara til að svona En hvað varstu gamla, 11-12 ára eða eitthvað? Ég var 12 ára Þú ert svo fucking ungur, maður, Já, ég veit það Ég pældi, eins og þú sagði á hann eitthvað ég var ekki mannskjöf fyrir 12 ára eitthvað Ég hugsa þannig, þegar ég byrjaði boxi þá svona byrjaði ég aftur lífið mitt allt fyrir það var bara einhver annar, ég var svo feitur þegar krakki, sko það var bara svona fat guy days en þannig að, 12 ára, ég meina, you're still fucking growing, skilur eins og þegar þú eru 20, skilur, það var ekki þú Nei, ég fram til að ég er að tala shit mig núna Já, þannig að já, ég veit það ekki, sko Ég held að ég sé alveg fyrir fýtt gæði núna, en Hvað getur ladies find your ass? Ekki núna Gio, áttu kæristu það, eitthvað leiðis? You fucking something Ég veit ekki hvort ég geti tala Ég ætla ekki að tala það hér Því að þetta er complicated, ok I don't know, man, Sjúns, þú býr á Akureyri you know, I don't know, man Já, nei, ég gerði vond shit og það er einu sem ég ætla að segja Ég ætla ekki að tala það hér en ladies, þið getið fundið mig á TikTok Follow me, I guess Það er sexy ass, hvað heitir þetta TikTok? Er ekki Gio the Devos Ég sko því, þetta er svo confusing, ég leið Gio the Devos, ég leið, ok, þú veist, það eru líka bullshit nafn Svo eitthvað Akiki og ég leið Það nafnið hans? Já, nei, ég heiti það ekki Nei Það er, ok, það er frá okkur anime Ég nenni ekki að útskýra þetta Þú ert svona anime nerd, right? Þetta er ekki úr anime I know you're an anime nerd, sko, I know it, sko Á Instagraminu mínu, Akiki Kasoba Ég heiti Kasoba, ég gefur gæri til að síma Kasoba Og, en Akiki er það er cultural Dragon Ball Z shit Dragon Ball Z, cultural thing, sko Okay En ég nenni ekki að útskýra það því ég nenni ekki að útskýra aftur Ég útskýraði TikTok eitthvað tímann Hvað þú veist, ef þú er að hlusta á þetta podcast hvað myndir þú vilja vita því? Er eitthvað sem er svona shit sem þér langar að bara eitthvað, já, every Tuesday þá fer ég út Spurning sem ég spyr alla nýja sem ég hitti Já er hvernig tónlist hlustar á Ég dude
Og ef ég væri að horfa á þetta podcast þá myndi ég vilja vita sjálfan mig. Það mjög góð spurning. Þú gafst með lista á hann. En þú veist, ég er svona, ég fíla, þú veist, að ég er líka kannski eldri, þú veist, ef maður hlustar ekki Tupac, fuck that, take him off the list. Já, einmitt. Þú veist, I won't lie, sko, ég er big ass Logic fan, skilur þó hann white. Já, ég náttúrulega náði því, skilur. Ég náði að horfa á þetta. Það sem ég hlusta samt á 4 Logic album svona. Ég fucking elska náttúrulega Tyler the Creator, skilur. Ég elska Tyler the Creator. Svo elska ég elska Earl Sweatshirt, fucking MF Doom, Kendrick Lamar. Já, Tyler the Creator og Earl Sweatshirt, Freddie Gibbs. Þeir ekki saman á þessu? OF, já. Já, Odd Future. Freddie Gibbs og mér langar að hlusta á Nas líka. Bara fyrsta platan er bara ég var að reynda að hlusta á þess að plötu hana Illmatic áður. Hún er eitthvað svona ég var ekki með music tasteið þá til að actually enjoya það, hann ég held sem bara að gera það aftur. Það er eitthvað sem ég elskar sko, þegar reyna að hlusta album og vill svona, þú veist, þú vill eitthvað nýtt kemur út og vilt elska þessu Tyler eitthvað, þá bara opnaði textan og bara, þú veist, lesta menni að hlusta. Já, einmitt. Það er svo gaman, sko. Það er nice, það er interesting. Þú veist, þessi nýja plata, eitt sem ég hata við sjálf mig hvernig ég hlusta tónlist, er að ég hlusta á plötuna, ég bara hún var ekki það góð. Já, fíla hann aldrei fyrst, right? En svo hlustaði ég hann annars skipta, ég bara, hvernig fucking tók ég ekki eftir þessi í fyrsta skipta, því að núna vildi ég að það tekja eftir þessi fyrst skipta, því það hefur verið miklu meira skemmtilega að hlusta á það. En þegar Tyler plata, ég hlusta á hana og ég bara, shit, þetta er alveg góð plata, en það er alveg frekar mörg misses sem ég langar ekki að hlusta á. Það er bara eitt miss á þessari nýju Tyler plötu og það er Lemonhead, það er ekki það gott. Pirrandi fucking lag. Ég veit ekki, hvað með eins og íslenskt rap, þú hlustar eitthvað svona? Gauð, fuck íslensk tónlist. Fuck það er alveg að finna, það er hvernig ég kom í hip-hop, ég byrja að hlusta á J.O.P. og þá og svona, Netsmjör og allt þetta shit. Já, ég gerði lag, produced af Úlf og ég gerði lag Sirpurap. Hæ, varst þú í Sirpurap? Já, ég vann Sirpurap. Er það svona, þú veist, er það svona competition í skólum? Já, það var, nei, Sirpurap er það var competition bara svona, allt fucking landið. Það var leikar að krakka á, held ég að 7 til 12 ára og ég var 11 ára. Já, fuck it, dude. Og ég gerði það og ég vann. En hvernig var það? Fórstu með þeim í stúdíóið? Já, ég fór með þeim í stúdíóið. Shit. Ég var búinn að skrifa textan, ég fekk fucking beatið. Það var svo vel líka svo góð sag hvernig ég fekk beatið. Ég var að setja í rútu, first class í rútu, hvernig er það? Já, maður. Hvað, fucking toilet over here? Fucking recline, bara chilla. Ég gat basically beitt þessi rúm og bara væpa, sko. Ég var leiðinni til, ég veit ekki hvort ég var leiðinni til Kenya, til Uganda, því ég var náttúrulega fór fram og tilbaka með rútu. Og ég fekk beatið, ég horfði það, ég hlusta á beatið. Ok, þú veist, no offense til Úlfur, fattir mig. Þetta er samt ekki það gott beat. Það matchaði bara ekki, þú veist, hvernig ég Já, kannski bara heita ekki, skilja. Þetta er ekki gott track, ég ætla ekki að segja hvað þetta heitir af því að og Er það á Spotify eitthvað svolítið? Já, eitt af því er á Spotify. Ég ætla ekki að segja hvað ég heiti. Why not, maður? Út af því að mér langar ekki að fólk heyri þetta. Það er svo gaman, ég meina, ef þú gerir TikTok með, þú veist, sjáu hvað lag ég var í. Já, þú veist, það var gaman, nei. Ég bý til miklu betri tónlist núna, en þetta er fucking tónlistin sem að stundum er þess að fólk er enda bara eitthvað, þetta er þú. Ég bara eitthvað, já, þetta er ég. Og þú veist, heyrist í röddinni bara eitthvað, Já, algjör fucking squeaker, sko. Var þetta ekki þá eitthvað, nei, ok, það er eitthvað lag sem heitir sem allir íslensku rappinu komið saman og gerði eitthvað, UNICEF eitthvað, skólarapp, já. Rapp, Yeah. skólarapp. Ekki svona, maður. Holy fuck, skólarapp, wow. Það er eitthvað klikkið minning sem ég glemdi að ég væri með, sko. Varstu í því, eða? Nei. Rapp, Bara að hlusta á það. skólarapp. Þessi svo 2016-17, þá var, þú veist, íslenska rappi var bara Já, miðasta gaman, sko. Það er sko, nei, mjög aldrei það gott, sko. Ég var aldrei mikið hlusta, bara, þú veist, íslenskt rapp er bara, það var alltaf að fara að vera eins, fattur,
flóna hype trainið var svo prevalent eitthvað. En ég meina, þú veist, það er fínt, þú veist, þetta er alltaf íslensku skilur, það er eitthvað við enskuna sem bara, það hljómar alltaf betra. Já, einmitt, enskan hljómar betra í lögum og svona. Já, út af því að ég náttúrulega byrja alltaf að hlusta ensku, enska bara, þess að skilja ekki þegar fólk segir mér að tala íslensku, því að ég get alveg eins tala ensku og hafa verið alveg natural fyrir mér, og ég er búin að vera að tala ensku jafn lengi og ég er búin að vera að tala íslensku. Það er eitthvað við, sko, þetta er kannski svona sérstaklega í Keflavík og svona fjölbrautaskólum alls á landinu. Hefur einhvern mann heyrt eitthvað kalla hóp svona skills gang eða eitthvað svona. Nei. Og þetta er alveg svona þekkt í fjölbrautaskólum. Eða þú veist, eitthvað svona anime, svona nördi með blátt hár eða eitthvað, og þeir tala alltaf ensku. Þetta er allt hvít, hvítir úlingar, Já. Og ég var svona þegar ég var feitur krakki, alltaf að tala ensku því að ég var enska vin. Og bara á Íslandi og ferð public og tala þannig, þú veist, þá allir bara eitthvað. Já, einmitt, já. Maður verður svo eitthvað, og þetta bara, hvað maður að segja, þetta er svona, maður fær kjánarhróll á því núna. Já, nei, ég fæ líka kjánarhróll á því sjálfur, fattur ég. Ef ég gerir eitthvað ég sé vel að þú ert mest íslenski krakki á landinu, sko. Þú ert mest íslenski íslendingurinn. Það er eitthvað við líka íslendingar. Og ég veit að, þannig ég skil ekki okkur að tala ensku, en ég var krakkinn líka, sko. Ég var líka krakkinn, shout out Chrissy. Þetta er mest shoutouts á podcasti in the world. Já, ok, shout out Chrissy, 5th back. Veistu hvað Great Eye Underway er? Já. Ok, ég fucking elska hann. Og ég talaði bara ensku og ég talaði ensku eins og hann talaði ensku. Já, akkurat. Við vinur minn, en svo talaði ég ekkert heima. Annað við pappa minn, skiljum mig, ég talaði bara eins og ég talaði alltaf. Akkurat. Við Krissa. Og það var alveg, og allir fucking hötuðu okkur. Þú veist, vinir mínir hötuðu mig. Þeir voru vinir mínir, en þeir fucking hötuðu mig. Þetta er líka svona, þú veist, í grunnskóla skilur. Vakkið maður. Já. Bara... Perrandi fucking krakki. Þú, eða? Já, ég. Og hann. Mér finnst það bara gott maður, ég veist, svo mikið að minningum að, þú veist, making a fool of myself í grunnskóla skilur. Já. Það er eitthvað svona við grunnskóla, svo svona í tíðabæk ertu alltaf í nálega, alright, I gotta get my shit together. Já. Ég var að hætta að vera fucking... Aldrei fucking Nei, ég got my shit together alveg, ég slá langt inn í kannski svona 7. Hættir í dópinu, keipti þér íbú. Já, keipti mér íbú, got married, got a kid. Ég er með krakka núna, stable, passive income. Já maður, þú veist, 5 figures. Family. Þetta er bara svona quotes. Já. Businessman, entrepreneur. Businessman, entrepreneur, millionaire at minus 5 years old. Yeah. En þannig að varstu inn að labba inn á HS bara eitthvað, þú veist. Ég man, maður velur eitthvað svona YouTuber sem maður fílar. Svo kannski maður að tala þannig, skilur. Ég var alltaf að hlusta á breska svona gaming channels. Já. Og það, þú veist, oh lord. Félag minn var frá Kanada líka. En sko þessi gaur, að fyndi þess, ég vil ekki segja nafnið hans, því hann er ennþá á Íslandi. 2 years later, þá hélt hann að... Ég segi hann hjá öllum vinum mínu, sko. Nei, hann er ekki vinur minn, sko. En a couple years later, þá hélt hann að ég reið kærastun sinni. Og ég var svo confused að ég var virgin at the time. Já. Og hann kastaði stein í bílinn minn og rústaði rúðun minn og eitthvað, braust inn og eitthvað. Good guy, sko. Oh no, fam. En ég man, þú veist, þegar hún... Shout out, boy. Canada boy, you know who you is. En þú veist, ég man þegar við vorum í grunnskóla, þá var hann alltaf, hann var svona the autistic kid, skilur. Hann var með svona öðru svona hugmyndir og hann sýtti með YouTubers og eitthvað. Og ég byrði alltaf að fara heim til hans og svo voru bara talandi ensku og eitthvað. Já. Og þú veist, mér leiði alltaf svo ég had like a secret mætir í grunnskólanum að tala ensku gett vel og ég this will be good for the future. We're fucking kings. Okay, I got that good accent, sko. Good accent, sko. Já, nei, ég talaði bara ensku við vinn minn og í svona solid ár. En svo svona í 8. bekk, þá I got my shit together, fattur við. Þá líka byrjaði ég að vera til sem manneska. og þetta er eitthvað trauma sem við báðir á eftir að heyra í hjá therapist in like 10 years. Bara eitthvað, þú varst manneski alltaf, sko. Bara eitthvað, hey, Man. Nah, við liðum ekki til að ég var alltaf manneska. Ég bara, gauð, oh my god. Þessi miðstigið, svo 4. upp í fucking 7. bekk. Nei, 5. upp í 7. bekk er alveg ógeðslega þess að tímabili í lífinu mínu, sko. En það 1. upp í 4. bekk, þá passaði ég eins og bara fucking dumbass krakki. 5. upp í 7. bekk, þá var ég ekkert eitthvað lengur, ég var krakki náttúrulega, þetta var bara ekkert fucking krakki.
En ég var krakki sem að allir fucking þoldu ekki. Þú veist, ég var Hvað verður svona í bekknum þá? Nei, bara, já, það líka En ég var líka bara svona á þeim aldri sem að fólk bara svona, já, ok, þú ert krakki en ekki vera fucking haga eða svona. Já, bara ekki þú verður að ekla ekki að dót en þú veist, bara ekki 10%. Já, einmitt. Verðum bara aðeins meira refined allavega. En ég var svo fucking pirrandi og því að náttúrulega ég seeka attention náttúrulega sem að fólk skilur ekki, það náttúrulega frá bara trauma og manni líður eins og maður sé vera neglected. Ég var ekkert neglected, fattur ég mig. En manni líður þannig, maður með victim complex, fattur ég mig. En manni leið bara illa. You make a lot of sense, bara 15 sko. Já, nei, ég og síðan í svona 5. til 7. bekk þá var ég bara svo mikið attention seeking og það gælur sem ég var hrifinn af eða eitthvað og var bara að vera, þú veist, hvernig á ég að reyna að líta vel út fyrir þessi stelpu sem ég er hrifinn af? Ég er með hugmynd. Að reyna að vera fyndin, það virkar aldrei. Yes, it does. Nei! Leður eldri, skilur. Já, ok, kannski ég var aðeins eldri og maður getur actually verið fyndin. En þegar maður er í svona fucking 5. bekk, þú veist ekkert stelpur. Þú ert fucking, þú ert lúði. Jó, viltu sjá hvað ég er að finna? Þetta er bara eitthvað kúkur eða eitthvað. Já. Sjá kúkir sem ég er að finna. Bara segja fucking tasteless jokes og maður verður að vera krakki sömu gælunni í svona 2 ár og hún fucking hataði God damn. Já, ég veist hvað Þetta er eitthvað sem ég, ef þú ert í 9. bekk, 8. bekk eitthvað, sérstaklega í grunnskóla, svo líka kannski flöbröð og eitthvað, bara stop trying to fuck your friends. Já. Vinkonu þínar, bara, það kemur ekkert gott úr í, skilur. Já, einmitt. Það voru, það er eina sem að gera í grunnskóla, ég valdi mér kannski 3-4 vinkonur og bara ekki, alright, prom þessa núna. That didn't work out. Alright. Okay. En bara, þú veist, farðu get out of your comfort zone og hætt að tala um vinkonur. Já, einmitt. Já, maður getur aldrei verið á föstu með stelpu sem að er í skólanum manns. Þú veist það kannski alltaf lagi, sko, en ekki í vinahóp. Ef þau eru búin að vera tætt vinir í 2 ár og svo núna eru þau að reyna að vera kærustu pör í 9. bekk og viti ekkert lífið, það fucking floppar alltaf, sko, en Já, sko maður er fucking stupid á aldrinu sem ég er á núna, sko Yeah, you stupid. You fucking heimski. Ég er sammála. Ég er eitthvað, ok, fuck Ég veit það Anyway, maður þetta er það drulla á podcast bara hvað annars svona, þú veist þú pælar mjög mikið í svona bara 15 og veist svona fuck maður, ég er 9 ára manneskja hvað svona, ef þú voru að tala about yourself 5 years ago, hvað myndir þú ég myndi bara segja við sjálf mig þetta er fucking cliché og mjög svona, reyndu bara að actually vera sjálf þú ég veit að þú sökkar en það er betur heldur ég veit að það er betur heldur en þú sem þú ert að reyna að vera fattarðu mig því að bara þessi lög sem ég gerði 2 lög ég held ég væri hot shit sko þú vannst fucking sirpur veist hvað ég fekk nokkra klukkutími í stúdíói og fucking Serious baka Serious baka? Það var sponsored af Serious Eitt Serious pakki Serious er ekki sem það fucking gott No, it's the worst Hafragrautur er betri sko Já, actually ef maður gerir hafragrautur góðan þá er hann betri Prófa að flytja út og fucking gotta feed yourself sko núna er þetta það put the hafragraut, put the water, the microwave Já and now you sit there þú bara I got my sad hafragraut Já, nei, þegar ég flytja út og er að fara svona broke boy þá held ég mynd bara að borða hafragraut sko En ég get lofa að flytja út is the shit sko Hefur flytt út? Ég náttúrulega að lifa alone núna skilur ég flytt út fyrir ári síðan og planið var eitthvað því þetta er bílskur sem afi minn á þannig að planið var bara að flytja út smá sjá hvað ég geti gert þetta and a month in you'll never want to go back en mynd aldrei en að fara aftur mömmunni skilur og svona bara Já, nei það skil ég ekki að fucking mamma mín no offense mamma en þú fórst til Danmerkur þú flyttið til London og þú fórstu aftur til Íslands Það er líka sko og pappi minn líka, hann fyrir til London hann heimsækir Ísland kemur tilbaka til London og hættir að heima
og svo flytur hann þangað. Af hverju? Þetta er ekki næs staður. I hate it here. Já, þetta er ekki næs staður, yfir höfuð. Þetta er svona sko, leiðilega með Ísland alltaf, þú veist, þetta er eftir góða. Það er svona, hvað maður að kalla þetta hérna, the standard of living hérna á Íslandi. Já, það er miklu betra. Superhátt með Já, það er miklu London, betra heldur en Danmörk, það í það sem í Írlundum, skiljum mig. Þú veist, við erum sérstaklega, ég meina, þú veist, hvíti krakkarnir sem laupa hérna og er að fucking brjálæra TikTok. Já. Við erum so comfortable. Comfortable, oh my god. Gaur, Íslandingar, crimeið á Íslandi er bara til út af því að fólki leiðist. Nei, ok, dope líka, sko. Sérstaklega hér í Keflavík. Já. A lot of drugs. Já, nei, það er huge drug ring sem enginn fucking talar út af því að Ísland er of prideful til að tala fucking svona hluti. Anything, þú veist, ef ég myndi segja sögu eitthvað, yeah, I did this dope in my past, þá bara, þú veist, hringir af þinn, skilur sem ég þinga, ok. Já. Nei, Íslandingar eru sko, að því að ef maður talar svona issues sem eru hérna, því það eru náttúrulega issues, þá er bara svona, já, ok, en þetta er miklu betra heldur en í öðrum löndum að já, það er satt, skilur mig en þú verður svona að skilja hvað þetta eru ennþá alveg issues með dópjana, það eru mjög margir krakkar núna líka bara að fucking dópa. Víst, hvað ert að gera? Þú ert legit svona 13 ára og þú ert að gera eitthvað annað heldur en weed. Bara það 13 ára og þú ert að smoka weed, það er fucking stupid. Það er alveg fucking stupid, sko. Það er nasty. Þú er fucking eyðileggur í heilan maður. Ég er sérstaklega svona ógeðslega ungur, skilur ég meina. En ég er ekkert fyrst ég er 16, sko, þú veist. Þegar þú ert á Íslandi, þú veist, það er svona 90% af fólkinu hefur reykt einu sinni. Já. Það er eitthvað mesta percentage í heiminum, sko. And the worst, sko, augum mínu er svo fucking lítil, I look high all the time. Þegar ég fyrst fæk bílpróf, ég var stoppaður 10 sinnum in a couple months. Já. Og bara, þú veist, bara, you fucking on drugs? Já. Það er þannig, út af því að weed er svo fucking common á Íslandi, sko. Maður lappa bara niður eina götu, maður bara ég bý hérna á Suðurgötunni sem er, þú veist, í Keflavík, the main street er Hafnargatan sem er bara right there. Já. Það er svona, þú veist, okay, it's quote unquote downtown, just like two bars and a drunk chick. En þú veist, hér, þú veist, ef þú lappar á kvöldin, skil, og myndi alveg finna graslykt in a couple buildings. Já. Veistu hvað Ásbrú er? Nei, ég veit ekkert That's the fucking, the projects, basically. Þetta ekki the projects í fucking there's no offense, ég var að keyra niður, ég er bara hvað. Nei, þetta er eins og miðbærinn í Reykjavík, náttúrulega það er ríkari í Reykjavík, skilur við. Já. En þetta er bara nákvæmlega eins, þetta eru bara hús sem er búin að vera hérna forever. Já. Þetta hús hérna var, veist, búin að vera hérna síðan eitthvað 1970 eða eitthvað. Já, þetta er hús, þetta gráa alveg, bara út svo að geta bara copy-paste á hliðan. Já, öll þessi, þú veist, I like this town, you know, it's fine, skilur, en þetta er öll kind of the same hús frá fucking 1960. Já, ég veit, húsið mitt var byggt í fucking endanum á, þú veist, heimsstyrjöldinni, sko. Þetta er... En svona, ég held að allan þau eru eldri, kannski, ég allan að appreciate það, skilur. Ég fíla að vera í svona litlu bæ, skilur. Mér skaman að lappa henni kvöldin og segja hi to the, þú veist, maður þekkir þetta crack addict, maður þekkir það, þú veist, bara til dæmis, veistu hvað fjölbrautaskólinn er hérna í Keflavík? Not the big one. Okay, ég veit ekkert um hennar stað, ekki spyrja mig um hennar stað, ég veit ekkert um hennar stað. Við hljóðum löggustöðinu bjó ég í svona fullt af blokkum og ég var ekki að þriða hæðinni og það er gaur, hann er einhverfur örugglega með big brain damage og hann lappar á all these streets all day, þú veist, þú myndir örugglega run into him every once in a while, lappar hann er með svona one cane og hann er með svona, his lip er eitthvað svona og hann tekur newspapers úr svona þessu kössum og fer með á random staði, ég veit ekki okkur en who knows og hann kom til mín einu svona á dag nokkra mánuði, skilur, annarkvæmt bankan hjá okkur eða bara, þú veist, horfði á húsi stundum kortið eða eitthvað, svo bara fer hann og mamma var að vera brjáli, skilur, fyrir niður og teka newspaper og lema hann, skilur og svo byrja hann every once in a while, bara, þú veist, þegar ég svara bara, viltu koma að hjálpa mér að færa ískápið minn hann er bara trying to fuck some kids, sko já, holy shit og löggan hefur farin af 500 sinnum, skilur en þetta er svona, þetta er the small town vibes we know these people we know these crack addicts það er gott með small towns, we got some funny stories, man, we got some já, nei, gauð Hlíðarnar, nei, gauð, Keflavík lítið bara út þessu Hlíðarnar, sko
Nei það, er þetta að svipa? Já Hvað er hlíðanar, þú veist, er þetta nálega smálendinni? Nei, ok, hlíðanar er basically, þú veist hvað Perlan er? Já, þetta er basically bara er þetta ekki svona, get steep? Perlan er, og svo er hlíðanar hérna niðri. Nice, ok. Sko, hlíðanar eru svo, það er svona cross á milli svona miðbæinn og svona the grittiness of the grittiness level af miðbænum og svona hús, þetta lítur bara út sem vesturbæinn sko. Já, suburb, smá gritty. Nei, þetta er ekki suburb sko. Þetta er í miðjunni á öllu. Þetta getur ekki verið suburb by definition. Því þetta er náttúrulega suburb vibes, það er fucking sól úti og allir að labba úti með hey neighbor, þú veist. En þetta er alveg ekkert, þetta er nice, þetta er smá, þetta er ekkert eitthvað fucking Breiðholtið, en þetta er heldur ekki Garðabæinn. En svo eru Suðurhlíðarnar, ég fucking hata Suðurhlíðarnar. Shout out Berk, ég fucking hata Suðurhlíðarnar. Fuck are these people? Já, ok, Berk á heim í Suðurhlíðarnum, ég hata Suðurhlíðarnar. Hvað er svo bæri? Þetta er ekki nice, ég vil bara, þetta er hlíðarnar, fattur þú? En þetta er samt alveg, þetta er, já, ok, þetta er svona crossa milli Kópavogsins og Einu sem voru að segja bara eitthvað, fuck this part of the town. Já, fuck this part of the town. No reason why, but fuck it. Þetta er alveg eins og okkar staðir. Þetta er bara fucking Þetta er svona eitthvað southeast beef eða eitthvað. Nei, það er ekki sem beef, allir krakkarnir í Suðurhlíðunum í skólanum okkar. Það er okkur eins og það, skilur, allir sem búa í Keflavíkur öllu sömu 4 skólanum. Já, eru 4 skólaðirna? Það meira sko, það eru fucking ok, það er 1 hérna, 2, 3 og þessi svo, minnst þetta alltaf fyndið eins og með bæinn þinn, skilur, eða Reykjavík sama hversu lítill bærin er eða stór það er alltaf svona, yeah, these are the rich kids, these are the poor kids. Já, það er sami fucking staðurinn. Ég var í Millenbergskóla þegar ég var í fyrsta bekk og það er svona þekkt sem the druggy school og ég meina, right now, eitthvað a third of it er verið að loka niður because of mold. Það fór að molda for years. Mold? Yeah, huge mold apparently. What the fuck? Apparently þeir eru svona pæla að loka skólum alveg bara en þannig að það var svona the druggy school. Svo fór ég honum í Holta og það er bara svona íþróttagauranir, fullt af íþróttafólki, skemmtilegt fólk, skilur, Svo er Heiðaskóli. They're rich as fuck. En það er svona, that's what we think. Hvað er skóli? Heiðaskóli? Heiðaskóli, já. Og bara til dæmis vinkona minn Jóna sem við vorum á podcastinu hún er á Heiðaskóla og þeir voru með iPada before anybody þeir voru ekki sem með pappíra skilur þess að núna þegar þú ert út í grunnskóla máttu nota símaðinn í tíma? Ég var kennaralegur þá já sko Hlíðaskóli er ég veit ekki hvernig ég ætti að skræpa Hlíðaskóla það vill enginn vera í Hlíðaskóla er allir collectively bara fuck this já allir krakkarnir í Hlíðaskóla allir krakkarnir í Hlíðaskóla segja bara mér finnst ekki næst að vera í þessum skóla allavega krakkarnir sem eru vinir mínir en málið er að 2 skólanir sem eru í kringum 2 skólanir, Austurbæjarskóli og Háteigsskóli eru verri þeir eru crackverri nei, þeir eru ekki crackverri þeir eru svona kids krakkarnir, oh my god fuck Austurbæjarskóli krakkarnir í Austurbæ eru svo fucking skrítnir einu sinni þegar það var skertur dagar hjá okkur sem því bara skólinn var styttur í Hlíðó, bara í Hlíðó þá voru ég og 2 vinir mínir eða 3 vinir mínir fórum bara eitthvað í þessar 2 skóla, Háteigs og Austó og við ætlum bara að labba þar inn bara eitthvað ég veit ekki alveg af hverju looking for trouble við labbuðum inn í fucking Austurbæjarskóla og þetta var bara eins og insane asylum fólk var bara að syngja og gengja what the fuck er þessi staður líkt að skringilega Austurbæjarskóli lítur út svo fucking fangelsi hefur þú séð hvernig Austurbæjarskóli lítur út? Nei, svona straight up prison nei, gud, þú verður að sjá það sko Austurbæjarskóli lítur bara út eins og insane asylum og fangelsi og svona run down spítali eða eitthvað svona ég elska skólabíf já fuck Austurbæjarskóla ég þekki ekki þeir eru krakkar já check out my Patreon what the fuck But okkur lítur hann út eins og The Embassy eða eitthvað já, nei, ég þarf að sína þeim það er creepy man já, býti þetta er svona þetta lítur svona fucking út þetta er út eins og hvað heitir þættinir Asylum, eitthvað fucking
Ég veit það ekki, maður. Nei, ok, þetta er svona, það er svona killer nurse sem tekur krakka. Já, sjáðu, þetta gráa dæmi hana. Þú gerði eitt, googlaði, já, þetta er creepy með. Já. Googlaði Holtaskóli. Holtaskóli. Hann bara lítur út svona eins og, hvað, ég segi bara járnklumpur eða eitthvað. Járnklumpur? Appelsinu í Já, what the fuck? Í maður. Þetta? Þetta er svona gaman, sko. Í maður. It's pretty good school, sko. Oh, what the fuck? Sér það? Já. What the fuck? 15 fótboltavellir við hliðina og svona. 15? Já, það eru huge stadium. Svo er náttúrulega fótboltavellur fyrir Keflavíku liðið, skiljum við. Svo er annar fótboltavellur fyrir skólan. 2 körfuboltavellir. Íþróttashit, skiljum við. Já. Við erum búin að vera gáðan, sko, an hour and a half. Það voru good shit, sko. En það er eitthvað sem þið langar að bæta inn á podcasti. Your shoutouts, your 800 shoutouts. Ok, ég er með fólk sem langar að shoutout og ég ætla bara, ef ég gleym ykkur það bara aðeins tjekka á Snapchatina. Já, maður. Æ, fuck, ég er búin að segja Kissi. Alright, shoutout Frikki. Hell yeah. Shoutout Krissi, Emma, Arna, shoutout ég, shoutout Berk, Mikki, Gabbi, Jón, Balli, Ibra, Afro, Baby Joe, Samuel, Afro. Emil, fucking Jeffy Effie, fucking, ég er búinn að segja Berk, Heiti, shoutout Heiti, shoutout Orsen, shoutout Darren, DK, shoutout fucking Shout out fucking Dotti. Það var eitt vinur sem ringir í mig. What the fuck, man? Sækinn á mig, man. Já, ég fucking stressaði yfir því. Shout out Lewis, shout out fucking Ég veist vinur hans, George kommentaði og fara shout out. Yeah, man. Þetta er búin að vera gaman, maður. Ha, já maður. Þetta búin að vera fucking, ég hef enga hund hvernig ég ætla að komast heim núna. Já, we gotta figure shout out Siggi líka. Ok, ég held sjálft komið. Shout out Siggi, man. Takk fyrir að koma á bótið, maður, og bara good shit. Yeah, man. Check out TikTok, freak.r, links in the description, yes, everything. Yes, sir. Woo!